Vinstri grænir vilja landið kjurt, vinstri grænir vilja landið grænt, vinstri grænir selja landið burt, vinstri grænir vilja lífið vænt. Þó að aðrir flokkar bjóði draum og þeir bjóði líka lægri skatt, á gróðapunga gildans hurfum taum, svo gangi með seðla fylltan hatt. Við skulum vanda vel að skipta rétt, vorra þjóða köku það satt. Við auðkýfingin aðeins sögðum njett, þá öreiginn í lukkupottin datt. Vinstri grænir vilja frið á jörð og vopnin verði kvödd með kurt og píl, að blóðið ekki lengur liti svörð og líft á jörðu verði æ og síl. Og skallagrímur skelfir sér hvern þrjót, nú skilst þeim loks að komið sé að því að allir skuli auða af annan njóta, sem ávallt hafa barist bökkum í, sem ávallt hafa barist bökkum í. Fyrsta stoppið rétt fyrir síðustu Mývatnssveitinni. Fararstjórinn heitir Hjörleifur og er frá Grænavatni. Þetta er byggð frá 900 fram yfir 1000, ekki fram yfir 1104. Og hérna er verið að grafa upp, búin að vera að grafa upp jarðhýsi sem að mér skilst að séu ekki þekkt á Íslandi eða á Norðurlöndum. Það sé eitthvað sem sé hins vegar þekkt í Suður-Þýskalandi. Og þeir eru búin að loka þarna, sko, það er góð fyrir 2 árum. Þetta er með ólíkindum smá helvítis holur og einn svona rúmbálkur, þú veist, sem er hlaðinn í þessu. Va? Er du utdannet? Nei, geológ. Du er geológ? Síðustu vetur hefur þetta þýtt það að hún byltist ennþá meira hérna vegna þess að hún er þá auð meira og minna hérna og ef það gerir einhver vindi í frosti og svo framvegis þá rekkur svoleiðis krabb í þetta og hleðst upp hérna. Þarna að sýna hvað hérna Leifar að stíflugarðinum. Hvenær var hægt að halda garðinum við? Að stífla þessu? Það er seinast, sko, þurfti bara að stífla hérna yst og það er svona fram til 85 sem það þurfti eitthvað að gera yfirleitt. Það hefur verið nánast frá landnámi og þangað til þessi lagðist af 1880 eða 83. Þá er Hlíðarrétt byggð 1882 og Víðikersrétt 83 eða rétt. Við erum líklega stödd í almenningum hér. Ekki eins og sagan er í pappírum víðast, þá er alltaf að hún hafi lagst af vegna sandfoks. Það er búið, sko, hún er byggð hérna á ógrónum mel, það er búið að grafa undan veggjum og kanna og grjótið hefði ekki verið staðar ef hún hefði verið í gróðurlendi. Svo getur vel verið að hafa verið að blása þá upp hérna í kringum hana. En þetta var pólitík því að Bárdælingar voru einhverju hluta vegna ekki sáttir við að reka sitt fé hingað norður og eins þeir hér nyrst á Fljótsheiði voru ekki alveg sáttir við það að það væri rekið hingað söður, sko. Af því hún er hlaðin á ógrónum melnum alveg, skilurðu, þess vegna standa veggirnir, skilurðu. Eins og þeir þó gera. Það er engin smá stærð á henni. Þessi almenningur hérna, hann eigi á miðað við nútíma tölur að rúma 3404. En það við sjáum hérna sunnar, þar sem að melgresi bjó sig fyrst og síðan er melgresið horfið, að vísa ef maður fer og rýnir í það og finnur maður plöntur, en gulvíðir er búin að taka melghausana eins og við köllum það hérna, en melgígar sem eru sem það er kallað og þeir eru orðnir gulvíði gróðnir. Og þetta er alveg ótrúlega flott. Það segja frá gamalli sandgræslugerningu. Þarna gekk sandurinn yfir votlendið eða yfir mýði. Og sér maður hér maður greinir það að því maður í Túnafellsjökul þessari átt. Að sandlægið sem er í Bárðarbunga, síðan kemur Trölladyngja og þar lengra sjáum við Dyngjufjallin, Tröllanins hvíta snjó þar sem við vorum í fyrradag og svo er Sellandafjall hér. Það er ræfið þessi uppvækkaður Yaris.
Vísu á ég gamlan raf sem nú sennilega, hann kallalegri heldur en þeir nýju. Já. Þú farið þetta á honum hér? Já. Og yfir þetta haft og allt? Yfir þetta haft, já. Ég hef ekki farið Sellöndin, sem við fórum. Við fórum hérna Sellönd, suður. Já. Sem nú bara svona, gánamanna leiðir, ekki þessi aðal leið. Fólk hverfur hér á jörðina með það, veitu það ekki? Ég er búin að segja alltaf mikið þetta allt saman. Það góðum. Svona hlemmur yfir opinu. Ég samt ekki viss hvernig það gerðist. Ég veit ekki hvað neitt. Hjörleifur hefur sagt mér það. Það verður þannig að við munum hafa með góð. Bláfjall og Sellandafjall langt að baki. Herðubreið ber yfir Dyngjuna. Við erum komin á Stóruflesju. Hér gánamanna kofar. Hér á að vera okkar búðir. Hér gistum við í nótt. Hér erum við lent. Þetta mikinn hossing. Hér renna kynstrin öllu þessu fína flotta bergvatni. Rétt nýkomið undan hrauninu. Þetta er ein kvísl Suðurár. Svo nyrsta. Og brúin á henni hérna fyrir sauðfé. Við erum að labba hér á stað í göngu. Áfram inn frá Stóruflesju þar sem við tjöldum. Og áttina inn með hrauninu og þar sem að koma fleiri uppsprettur. Sem betur fer upp í hugmyndir að friða þetta og stofna hér mikinn þjóðgarð og ég var í nefnd sem að skilaði tillögum það fyrir ári síðan eða svo að stofna þennan stóra þjóðgarð norðan Vatnajökuls og með Vatnajökli og jafnvel alveg suður til Skeiðarársands og norður í Öxarfjörð. Og þannig að bandið sem myndi tengja hann saman hérna norðan Jökla væri þá Jökulsá á Fjöllum. Og það inn í okkar tillögum þarna að Jökulsá á Fjöllum og allt hennar vatnasvið verði alfriðað. Það sem sagt ekki bara Jökulsá sjálf, þetta Kreppa og Kverká og allt heila vatnasviðið. Líka lindárnar sem falla út í Jökulsá sem eru margar og stór merkilegar. Lindáin í Herðubreiðarlindum, Svartá og Lindár að austan líka. Þannig að vatnasviðið er mjög magnað. Þarna eru ummerkjumestu hamfarahlaup sem að finnanleg er á Íslandi. Hlaupin sem grófu Ásbyrgi og Jökulsárgljúfur og Kreppa, sérstaklega Kreppa, hleypur enn þann dag í dag, stundum myndarlega og þess vegna er það nú mjög viðkvæmt mál ef ætti að fara að ræna einhverju af vatninu úr Kverká eða Kreppu og halda að eftir sem áður væri Jökulsá á Fjöllum ósnert, það er auðvitað ekki svo. Moskes störsti og best kente ödmark og lava. Álfhildur, hversu hættulegt er vatnið að sögn Hjörleifs? Þetta ekki hér, fyrst. Þetta er svona bara einn lítill hluti. Þetta er bærinn Hrauntunga eða rústir hans sem er ekkert tíma frá því á miðöldum. Þessi bæjarlækurinn aftur. Við förum hér og skoðum hann alveg að upptökunum. Þess að hann kemur undan þessum mjög svo sandorfna hraunkanti. Fyrsta sitt sem kom hérna þá var ég búinn að labba kynntum hérna á Dyngjufjöllum í 6 tíma. Og hópurinn heldur göngu sinni hér áfram. Hér er fólkið að borða hangikjöt og skona gúmulaði hér. Klukkan að vera 10 kvöldið. Mjög flott kvöld og nóg af flugum.